og þannig að sem sagt, við förum gegnum öll atriðin í verkefni 1B, sem sagt uppbygging rafstraums rafala. Þetta var feedback settið sem við vorum með rafala tengt við sem sagt, tengibretti og spennugjafann sem gaf segulmagnstrauminn inn á hann. Og hérna við látum þessa mynd bíða þar til í síðasta áfanganum. Þið farið þá og skoðið aðeins svona smávegis inn í vindingafræði. Þannig að við skulum ekki hafa ágjörð af þessari mynd núna. En það er að hafa mynd hérna af tengibretti sem sagt með stjörnutengingu og það getur maður í rauninni náð í hvernig sem sem sagt í maður nær bara í einhverja mynd frá netinu, þá sjáum við sem sagt hvernig á að tengja skinnur til dæmis og þá getum við náð í einhverja góða mynd þannig eins og til dæmis þessa hérna. Við tengdum rafalann í stjörnu. Við fengum reyndar ekki 400 volt frá honum, heldur 110 volt. En við tengdum saman U2, VAF2 og 2VAF2. Reyndar sneri þetta bretti sem sagt á hinn veginn. Talan 2 sem sagt var hérna neðanverðu en U1, VAF1 og 2VAF1 það var á ofanverðu á brettinu. Skiptir ekki öllu máli. Þetta er tengibretti rafala sem að væri sem sagt þetta getur verið rafali eða mótor. Þetta er mynd af mótor en þetta getur líka verið rafali og hér væri hægt að setja þessa mynd inn í verkefnið sjálf. Þetta með sér. Þessi mynd væri alveg í lagi. Það er hægt að líka teikna þetta sjálfur, teikna mynd af tengibrettinu og fasa vöfum rafalans. Þetta eru fasa vöfin og sína stjörnutengingu á myndinni. Og þá erum við líka með tengibrettið. Svo að næsta sem við vorum að gera í þessu, það var að mæla viðnámið í fasavöfunum. Það er að athuga hvort að allt væri tengt í sambandi og allt væri í góðu lagi. Og þá var ég með hérna eitthvað hér sem að það er líka allt í lagi að taka þarna myndina úr rafstraumsrannsóknarbókinni. Hérna er rafstraumsrannsóknarbókin og svo voru hérna mælingar. Já, hérna gamlar mælingar frá nemanda. Já, sæll, velkomin, gjörðu svo vel. Og þannig að þetta eru ohm, 17 ohm, 17,5 ohm, mjög svipuð tala. Þannig að vöfinni verður í lagi. Blessaðu, velkomin. Og hérna, með því að senda 2 ampere inn á pólhjólið, segulmagnstraum, að þá fengum við 50 volt út af rafalanum. Það hefur verið svona á sviðinu kannski 47 volt upp í 50 volt spennu út af rafalanum. Og síðan hérna skoðum við mynd af fasaspennunni með hérna sveiflusjá. Og hún lítur út svona, það er svona 3 toppar jákvæða spennu og 3 toppar á neikvæða spennunni. Svo lagast þetta aðeins þegar það kemur álag á rafalann. En við viljum hafa sínusbylgju, en þetta módel gefur okkur svona spjagaða spennu og aðalskýringin er sem sagt að
segulmögnunarstraumurinn er ójöfn. Hann er í rauninni afriðuð spenna, afriðuð riðspenna með 4 díóðum og þá fer spennan alltaf niður í 0 á milli. Og þú hefur spurt hérna, er spennan sínusbylgja? Nei, og ef ekki, hver er ástæðan? Aðalástæðan er segulmögnunarstraumurinn er ójafn. Og hins vegar, hérna væri jafn segulmögnunarstraumur. Hérna myndum við hafa sínusbylgju, eins og ég er með hérna í Multisim forritinu. Hérna er þá rafalinn og fasaspennan er 63 volt, þannig að heildarspennan er hérna tæplega 110 volt, svo við sjáum hér, 109,09 volt hérna. Og hér erum við svo með straumana, aðalstrauminn og fasastrauminn. Og hérna, þriggjafasarspennan lítur út svona. Það er alltaf 120 gráður munur á milli fasana, sem sagt, ef við byrjum að skoða fyrsta fasan, hann byrjar hérna í 0, fer í gegnum núllpunktinn í jákvæða átt, eftir 120 gráður, þá kemur næsti fasi, kannski L2 upp, og svo eftir frá þeim stað og eftir 120 gráður, þá fer L3, síðastu af þessum þremur, L1, L2 og L3, og þá fer hann í gegnum núllpunktinn eftir að koma hérna 120 gráður frá L2, þá fer L3 inn. Þannig hérna er þetta í þryggjafasa, spennan kemur út af þryggjafasa rafalunum með þessum hætti, þeir eru hannaðir þannig og þetta er þá sem sagt, við köllum, ég held að hér sé verið að mæla aðalspennuna. Já, þetta er aðalspennan. Hér er ég að taka spennu á milli pólana út af rafalanum. Já, allir 3 fasarnir eru mældir, það er aðalspennan út frá öllum fasum. Og svo vorum við með 110 volta glóperur í þessu og skoðum svo strauman á eftir. Þannig að sjáu það. Það er svolítið munur á því hvort við erum með svona fallega sínusbylgju eða þessa bylgju sem við fengum hérna frá rafalanum, frá módelinu. Og þá erum við með allt annað hlutfall heldur en rótina 3, sem sagt. Við áttum að stilla spennuna á 60 volt og finna og mæla fasaspennuna. Aðalspennan á 60 volt, fasaspennan mæltist kringum 37 til eitthvað, já, 39 volt eða eitthvað slíkt. Hér er allavega mjög algengt að við séum að mæla þetta 37 volt og þá er stöðullinn hérna 1,62. En hvað ætti hann að vera? Hann ætti að vera 1,73, sem sagt rótin af 3. Ætti að vera rótin af 3. Þannig að það er þá myndum við, ef við værum að reikna út afl eða eitthvað slíkt, þá myndum við þurfa að nota þetta hlutfall 1,62 í staðinn fyrir rótina 3, 1,73, til þess að fá eitthvað svona nálægt raunveruleikanum. Og svo er spurt hérna hvert á hlutfall að vera. Það á að vera rótina 3, ferða hlutfall? Nei. Ef ekki, hver er ástæðan? Það ástæðan er svo að spennan er ekki sínusbylgja. Ok, þetta voru þið búin að skrá í skýrsluna ykkar, alveg, pottþétt. Síðan tenging til álagsins, það eru 3 perur sem eru þríhyrningstengdar. Það er ekkert mál að hafa rafalan stjörnutengdan og álagið þríhyrningstengt breytiringu. Það getur verið þríhyrningstengt eða stjörnutengd eða hvernig sem er. Og hérna fáum við þá það sem við mældum. Við settum út 110 volt, framleidda spennu frá rafalan. Heildarstraumurinn er 0,5 ampere og fasastraumurinn mældist 0,29 ampere. Og síðan ætlum við að reikna út fasastrauminn, skoða hvort að hann yrði sá sami og við mældum út frá aðalstraumnum. Og þá sem sagt
mældum við, svo reiknum við út fasastrauminn, þá sögðum við hérna 0,5 deilt með 1,62 og þá fengum við út 0,3 ampere sem rétt munar bara 0,02 ampere. Þannig að þetta hlutfall virðist vera nokkuð rétt. Að ef við fáum þetta hlutfall á fasaspennu og aðalspennu með spennumælingunni, að þá gildir það líka fyrir strauminn. Það er það sem við sjáum út úr þessu. Ok, það næsta sem var gert hérna, það var að reikna heildaraflrásarinnar og fasaafl. Þá heildaraflið, þá þurfum við að nota þennan stöðul í staðinn fyrir rótina 3. Og cosine phi er þá 1 af því að perurnar eru raunálag. Það er ekki fasvik í þessum glópum. Svo að hérna, það er spennan 180 volt sinnum straumurinn, heildarstraumurinn 0,5 ampere sinnum stöðullinn í staðinn fyrir rótina 3. Þá erum við með 1,6, ætti að vera 1,62 og svo sinnum cos phi sem er þá 1 og það er hérna 88,55 watt og síðan þetta er heildaraflið 88 watt en fasaaflið á deilum við með 3. Það er fasaaflið 29,5 watt. Voru við komið með þetta, þeir sem voru að vinna í skýrslunni? Já, ok, þetta er komið. Síðan er spurt hvað er átt við með orðinu póldeiling og hver er hún í til dæmis þessum rafala. Að við settum þennan rafala, við vorum ekkert að mæla neitt eða skrá neitt niður tíðnina. Við hefðum alveg getað verið með hann á kannski 1200 eða 1400 snúningum á mínútu. En við settum hann á 1500 þannig að hann framleiddi þá 50 rið eða svona aðeins í kringum 50 riðin. Við þurftum að stilla hann aðeins þannig að hann myndi ekki hreyfast til í tíðninni mikið og settum álagið á hann. Þannig að við vorum með pólhjól sem er með 4 pólum. Þetta eru rafseglar, þessir pólar og þá er þetta bara eins og myndin er í bókinni af 4 pólum, pólhjólið. Og þannig að þetta hugtak póldeiling er fjarlægðin í gráðum á milli pólana og það er þá 90 gráður af því við erum með 4 póla. Þá er það 90 gráður á milli pólana og það er póldeilingin. Aðeins kannski að finna mynd. Hérna sjáum við akkurat hvað er póldeilingin í þessum rafal. Hérna sjáum við pólhjól. Það reyndi að vera að fjalla hérna þessum stað í bókinni sáturspyrnu. En hérna hefur við pólhjól. Hér eru 4 pólar og þá er 90 gráðu á milli norðurpóls og suðurpóls og þá er póldeilingin 90 gráður. Ok, klárt. Segðu það til. Það eru 4 pólar. á þessari mynd? Já. Já, einmitt. Það eru 4 segulpólar, norður, suður, norður og suður. 4 pólar. Okay. Og þá er hugtakið póldeiling og það er fjarlægðin í gráðu á milli norðurpóls og næsta suðurpóls. Þetta er póldeiling, 90 gráður. Ok, bara til þess að séum þetta alveg á hreinu. Flott, takk fyrir það. Og, býtum við vorum með hérna svarið einhvers staðar hérna. Já, lausnina hérna. Það var næsta atriði hérna. Spurt lýstu ástandi rafalans ef samband inn á sleiturhringi rofnar.
hvað gerist ef hann missir segulmagnastrauminn? Þá fáum við ekki lengur straum inn á vöfinn sem er í þessum rafsegli, því að við erum með vöf hérna utanum þennan pólkjarna til þess að styrkja eða draga úr styrk segulsviðsins. Að við séum ekki með einhverstað mynd af því, nei, kannski bara hérna. Já, við varum því framar hérna, myndin af pólvöfunum. Hérna er þessi mynd hér, hérna er talað segulspólur, hérna. Við sjáum í endan á og að skera hérna gegnum vafið. Hérna eru segulspólunar og ef að straumurinn hættir að fara í gegnum þessar segulspólur, það er engin straumur hérna, þá dettur segulsviðið niður. Hvað er þá eftir í pólvöfunum? Hvað er þá eftir hérna fremst? Leifar af segli, segulleifar. Hafið einhvern tímann átt að gá allt í einu að það er einhver hlutur segulmagnar, eins og skrúfjárn eitthvað, þið getið bara náð í skrúfuna sem þið mistu upp staðar niður, af því að það er segull í endanum á. Þetta er rauninni kallað, það hefur einhvern veginn lent í segulsviði, komið nálægt segli og það hefur segulmagnast, skrúfjárn. Það er sama með pólvöfum. Það verða eftir segulleifar og það er oft í sömum tegundum af rafölum þá stórum við það á það að það sé til segulleifar til þess að geta byrjað að framleiða þegar maður setur hann í gang. Það verður eftir í rauninni, það sem gerist er það að við fáum að spennan dettur niður í þá spennu sem að kemur bara út frá segulleifum í rafölum. En þetta er svolítið flókið svar í rauninni fyrir það að fara í fyrsta skipti í gegnum þetta, hvað er að gerast í rafvæðar. Þannig að almenna svarið ef að segulmagnastraumurinn slitnar eða fer úr sambandi, þá bara almennt svar. Rafvælinn hættir að framleiða, spennan fer í 0 út á rafvæðan. Þið skiljið, það er bara alveg klárt. Það er bara í 0 volt. Framleitt spenna út á rafvæðan. Ok, næsta spurning. Já, spennulaus var svarið hérna. Hvert er samhengið á milli segulmagnastraums og spennar sem rafali framleiðir? Já, það er sem sagt, þetta er bara að átta sig á því, ef við aukum segulmagnastrauminn þá eykst spennan út. Þetta er sem sagt í þannig samhengi, helst í hendur. Seinna lærið þið aðeins segulmettun. Það þýðir að við aukum segulmagnastrauminn eftir smám skrefum og þá hækkar spennan alveg í sömu skrefum eða sem sagt, já, má segja nokkurn veginn línulega, bætist við spenna út bara línulega eftir sem aukum segulmagnastrauminn jafnt og þétt og það endar í rauninni þannig að við förum að sjá segulmettun þannig að við aukum segulmagnastrauminn og þá hættir spennan að hækka frá rafvæðan vegna þess að við getum ekki sett meiri segulmagnastraum í gegnum til dæmis bólhjól. Þetta er bólhjól hérna. Þá hérna getur þessi kjarni ekki leitt meiri þéttleika af segulkraftlínu. Þannig við erum búin að fylla efnið með segulkraftlínu og þá erum við komin í þetta sem er kallað segulmettun. Ok, og þá getum við ekki fengið hærri og hærri spennu út af rafvæðan. Það bara er að dala niður spennukurvan. Ok, þá er það næsta mál. Þar vorum við þetta hérna. Og þannig að þetta er svona ekst hvort tvekja. Hver er
tíðni framleidda spennu rafalans ef snúningshraðinn er 750 snúningar á mínútu. Þá notum við formúluna samfasa hraðan, það er sem sagt 60 stuðullinn sinnum tíðnin í hertzum, það eru sveiflur á sekundu, og svo deilum við með pólpara fjöldanum. Og við erum með í þessum rafala 4 póla og þá er það 2 pólpör. Okay. Og þá fáum við tíðna, þá einangruðum við fyrir tíðna þessa formúlu og fáum 25 rið. Þú veist hérna. Þannig að ég glemt að skrifa þetta til hægri. Okay. Síðan hérna er hægt að reikna út hérna þetta hér. Það er spurt, skilar rafali sama sýndarafli við stjörnu og þríhyrningstengingu? Já, hann gerir það vegna þess að í þríhyrningstengingunni þá er lægri spenna en hann gefur út hærri straum. En aftur á móti í stjörnutengingu þar er hærri spenna en lægri straumur. Þríhyrningstenging, lægri spenna, hærri straumur, stjörnutenging, hærri spenna, spennan er hærri, en þá erum við með lægri straum. Og þannig getum við, það er að munum hérna rótin á þremur, alltaf á bæði straumum og spennum. Til dæmis, ef við segjum 380 volt deilt með rótin á þremur, þá fáum við fasaspennuna 220 volt í þríhyrning. En þá snýst við varðandi strauma og við fáum sama sýndarafl. Ok, ég var einhvers staðar með útreikninga varðandi þennan rafala í þessu, en ég er bara ekki með alveg tiltækt, en þannig að við getum átt okkur á því. Ok, hvað er eftir af þessari skýrslu? Þá erum við sannlega komin gegnum. Var þetta síðasta spurningin? Já. Ok. Hér er til dæmis varðandi byggingu rafalans, 90 velræna gráður, hversu margar rammaskráður hafa þá myndast í sátrinu, að þið farið aðeins og æfið ykkur að reikna þarna milli þessara þátta þarna í póldeilingunni þarna. Að þetta sem að er undir efni, póldeiling pólar, aðeins sýn ykkur hvar það er hérna á vinnunni. Það er í þessum undir efni og þetta er í kafla töflur og skilgreiningar tákna. Hér erum við með stærri tafla póldeilingu og póla. Það er ágætt að skoða hana. Hvað er farið yfir núna? Þetta er hérna, þetta getur verið einhverjar spurningar varðandi hérna það, mismunandi stærðir á rafala. Ef að rafalinn er hérna eitt pólpar, þá er hann þá þarf hann að snúast til dæmis 3000 snúninga til þess að framleiða 50 rið. Það er svoleiðis. Svona spurning gæti komið, kannski svona krossarspurning, þannig að þið þurfum að velja eitthvað svona. Þannig að lítum á þannig dæmi og þar í þessu ætti að vera undir efni, þar ætti að vera opið fyrir, eða, nei, ég ætla bara að opna fyrir núna, fyrir svona æfingapróf, þannig að þið hafið svona dæmi hvernig gæti svona próf litið út. Þá
þá sem sagt, í þessari töflu sem ég var að sýna ykkur, þá verið að spá í póldeilingu og slíkt. Hvað sem sagt, ef rafali hefur 60 gráðu póldeilingu, hvernig hann þá? Hann 1 pólpar, 2 eða hann með 6 póla eða hvernig hann? Þannig að það er eitthvað aðeins af svona spurningum, sjá. Já, það getur verið svona 2 spurningar. Og hérna, ég ætla aðeins að fara þá í hér. Og fljótlega þá opnaði ég fyrir lausnirnar í þessu, aðeins að leyfa ykkur að glíma við þetta smávegis. En Þá að nota gögn í klónu? Nei, við erum ekki lengur í COVID sko, þannig að það voru eiginlega meira gagnapróf þá sko. Þannig að þið skuluð kynna ykkur þetta hvernig þið reiknið á milli í töflunni. Þessari töflu hérna. En það verður hins vegar nóg af formúlublöðum. Það verður hellingur af formúlublöðum. En hérna það að eins og með að reikna þetta út, skiptum við hérna niður. Það er spurt sko ef að rafali hefur 60 gráðu póldeilingu, sem sagt þið skulið bara finna út hvernig finnum við út póldeilingu. Hérna eru 60 gráðu póldeilingu, það er í rafala sem er 3 pólpur. Getur stækkað aðeins? Er það Excel-skjalið? Excel-skjalið? Já, getur það. Sjá. Svona. Já. Ég sjá þetta. Svona. Núna erum við að sjá þetta. Og þannig að þá erum við hérna með, já, þá reiknum við hérna á milli, 80 gráðu. Hvernig breytist þetta á milli rafala stærða? Hvernig pólpörin breytast og pólafjöldin breytist og þannig að til dæmis eins og með þetta, ef hann er með 60 gráðu póldeilingu þá er eitt hérna svarið sem að passar. Þið pælið í því og hérna reiknið þetta fram og tilbaka og er búin 80 gráðu. Hvað þetta geti verið? Hvað geti verið rétt svar í þessu? 6. Já, þannig hérna, það gæti verið einhverjar svoleiðis spurningar, skiljið úr þessari töflu. Og síðan næsta spurning, hve margar rafmagnsgráður myndar rafali í einum snúningi ef hann hefur 2 pólpör? Þá áttu ykkur á þessum stærðum í kringum rafala sem er með 2 pólpör. Þetta er þessi útringur á þessum rafmagnsgráðum sem við 720 fyrir 2 pólpur. Já. Þá ertu í rauninni bara að tvöfalda hérna þegar með 2 pólpör, þá ertu að tvöfalda 360 gráður. Já, ok. Það er bara þannig. Þannig er hlutfallið og endilega að þið gera þetta sjálf. Þið áttu ykkur á, því að það er svo mismunandi hvernig fólk skilur þetta, að ég ætla ekki að skemma það fyrir ykkur að þið uppgötið. Áttu ykkur á stærða mununum þarna á milli. Þessari uppbyggingu sko. Er það bara ekki að 360 svona pólatæri? Svo það pólpör. Svona pólpör. Já. Þá hérna framleiðir hann
720 rafmagnsgráður ef hann er 2 pól pör. Já. Og síðan bara heldur þetta áfram ef hann er fleiri pólpör, þá margfaldið bara með pólpörunum. Já, heyrði, það er þetta hérna, þið áttuð ykkur á þessu samhengið á milli þessara. Og síðan er bara svona eitthvað smá verið að spá í hérna með þegar talað er rafali sé samfasa vél. Hvað er verið að tala um? Sko, samfasa. Þegar við erum með pólhjól sem að snýst og ef við breytum örlítið snúningshraðanum þá breytist tíðnin strax bara leið. Og það er það sem er að gerast að tíðnin er nákvæmlega í samræmi við snúningshraðan. Því að þetta er sko byggingin á rafalanum er þannig að þið eru með pólhjólið sem er alveg að snúast og búa til rauninni tíðnina og spennuna. Tíðni spennunar er þá alveg bundin snúningshraðan. Það er ekkert verið að sko með straum og spennu. Það er verið að hugsa þar hvort það sé fasvik eða ekki fasvik sko, tímamun og til dæmis spennu og straum. Það er ekki það. Og að vinni á sömu tíðni og aðrir rafalar, það getur verið ósamfasa rafali inn á netið þess vegna sko. En það er ekki rétt að svari sko. Og þá er hann einhverjum aðeins öðrum snúningshraða. Og að það sé búið að fasa hann inn á net, það er ekkert varðandi þetta. En sko, það er verið að tala um bygginguna á rafalanum. Vegna þess að pólhjólið það er bara fastur klumpur, þá er hann ekkert að breytast. Hann bara býr til tíðni í samræmi beint í tengingu við snúningshraðan. Nákvæmlega. Og svarið er B. Já, það er B-leiðin. Já. Og svo hvernig eru sleiturhringjarlausir rafalar segulmagnaðir. Þess að sleiturhringjarlausir, sko, brushless, það er hugtakið á ensku. Og það þýðir það að við erum ekki með neitt viðhald á einhverjum sleiturhringjum og skiptum kol eða eitt slíkt, sko. Það er úr sögunni. Það er vinna viðhald. Sleiturhringjarlausir rafalar og þá yfirfærum við segulsviðið rauninni með, það er segulsvið frá rafseglum sem eru í hring þarna utan segulmagna rafala. Og það, sko, þeir rafseglar, þeir eru í húsi rafalans og þetta eru svona segulpólar. Það skiptist alltaf á norður og suður pól, allan hringinn, þarna í húsinu, til þess að segulmagna rafalan. Og það er þá þetta A, það er rétta svarið, með segulsviðið frá segulpólum í húsi rafalans. Ekki B. Af hverju er ekki... Nei, síseglarnir, þeir hafa ekki þann eiginleika að við getum aukið að minnka segulmagn. Það er fast. Síseglar, já. Já, síseglar. Og við notum frekar síseglarna til þess að láta þá snúast, og þeir eru ekki í húsinu, þeir eru á ásnum, á pólhjólsásnum. Já. Og til þess að spana upp spennu í.
Þannig að þessum er B ekki rétt svar. Mjög góð spurning. Og svo með segulsviði frá sambyggðum jafnstraumsrafala. Það er náttúrulega alls ekki því að þá þyrftum við að fara í gegnum kol- og sleiturhringi. Það er ekki séns. Og síðan með segulsviði frá ástengdum jafnstraumsrafala. Það er það sama svo. Þannig að það, já, við getum ekki verið að nota neitt jafnstraumsrafala í þessu. Við þurfum alltaf að vera með segulmagn sem breytist yfir í riðspennu af því að við erum að spana upp straum og það er alltaf framleitt þannig í dag. Hvað þýðir hugtakið ástengdur? Það þýðir að hann er bara í beinu framhaldi á ásnum. Þannig að þeir eru tengdir sambrast með ás? Já. Það er eins og rafali eitt við erum fyrst með mótorinn sem að knýr rafalann, hann tengist með ástengi yfir á rafalann og svo tengist rafalinn með ástengi yfir á jafnstraumsrafalann, litla, út á endan. Já. Það þýðir að vera ástengdur. Já. Allt í sömu röðinu. Og í virkjunum hérna fyrst þá var hérna jafnstraumsrafali efstur, sko, sem voru með lóðrétta rafalana. Og hérna, sem sagt þá, neðst var þá túrbína. Ok. Þeir þá segulmagnaðir með segulsviði frá segulpólum í húsi rafalans til þess að geta sendt inn mismunandi segulmagnastraum inn á þessa segulpóla sem eru rafseglar. Þá getum við stjórnað spennu út af rafalanum. Já. Og þetta er í húsi rafalans. Og hérna kannski aðeins að sýna ykkur hérna myndina af þessu í 8. kaflanum svo að þið kannski munið betur eftir þessu. Hérna í var þetta hér einhvers staðar. Nei, hérna fyrst bara leita að myndinni sem að er hérna í byggingunni, já það kemur hérna eftir þetta. Já, þetta er sem sagt, hérna voru með kol- og sleiturhringi, hérna er svo uppbyggingin á rafalanum, já. Þetta, ég stakka það aðeins hérna þessa mynd hér, þá er það sem er merkt hérna númer 6. Þetta er þessi hringur, þetta eru þessi segulpólar í húsinu. Þeir eru hérna. Allan hringinn hérna eru svona segulpólar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
sleiturhringja lausan rafal. Brushless. Og þannig að hann er þá fyrir utan, þessi segurbólar eru fyrir utan þetta hjól hérna, já, þetta er hitthjólið, þetta hérna, fyrir utan þennan hluta hérna, segulmagnar rafalan, hér eru 3 fasa vöf inni, þannig að segurbólarnir í þessum hring sem var vektur nr. 6, þessi hringur er hérna utan segulmagnar. Það er engin snerting, það er bara segursvið sem færist yfir hérna. Ok, næsta mál, sem sagt álagi vöttum eða kílóvöttum er jafnað á milli rafala sem tengdir eru sömu safnteinum með því að, hvernig jöfnum við raunálagi á milli? Munið það? Við fylgdust með aflmælunum, var það ekki? Hvar? Spennu. Nei, það var til þess að jafna strauman á milli þeirra. Það gæti verið spurt að því
það getur verið spurt að því hvernig jöfnum við launafli á milli. Og það væri að stilla segulmögnunarstrauminn. En hérna þegar við erum með að jafna sem sagt raunafli á milli rafalna, eða álaginu, raunálagi á milli rafala, þá þurfum við að fara í stillingu á hraða vélarinnar. Já, Hvað er þetta orðinu safnteimi? það er busbar, önsku. Það eru það sem að fasarnir, fasi 1, 2 og 3, L1, 2 og 3, það eru safnteinar. Þeir safna til sín öllum tengingum frá rafálum og þeir safna saman öllu álaginu til sín. Þess vegna er kallað safnteinar. Teinarnir, þeir sem sagt eru bara liggja lárétt sko Já. og í Og þeir sem að tekna svona L1, Jú. L2, L3 Jú, já. Ég er akkurat með þetta í þessari bók. Já, það sem að við erum með hérna, ekki sýnt hér. Já, hérna. Hérna er þessi nafnið, safnteinar. L1, L2 og L3 og svo náttúrulega að myndum þar sem við erum með að rafkerfum þá náttúrulega fyrir neðan þetta kemur líka 0 og jörð. En þetta er reyndar þetta kerfi sem að til dæmis er út í vélarsvæðinu hjá okkur, það er bara að tryggja fasa og 0 er ekki tekið sérstaklega held ég, nei, vegna þess að það er bara 220 volt á milli fasa, spenna. Ok, þannig að þá er þetta eru safnteinarnir sem sagt og þar erum við hér. Síðan þú sagði að það átti þess að myndi jörðina og núllið. Já. Er það ekki saman hlutur? Jörð og núll? Nei. Ok. Vegna þess að núllið, það er með sérstakann lit til dæmis, það er blár. Það tökum við í gegn mismunastrauma ef það er ójafnt álag á fösum. Ef þú ert með einfasálag, þá færðu þann straum í gegnum bláa leiðarann, núllið. Það er kallað mismunastraum. Og það getur valdið eitthvað örlítið sem sagt spennumun sko ef hérna, já, millifasa og svona. Ef það er mjög mikið af ójöfnu álagi. En síðan er jörðin, það er bara það er leiðarið til þess að taka ef það verður bilun. Já, ok. Ef það bilar element og leiðir út í húsið, járnhúsið á elementinu eða tækinu, að þá færðu straum sem frá fasa í gegnum húsið sem sagt og tilbaka í gegnum gulgareina leiðara. Og þá slæðir út öryggi eða eitthvað gerist. Og í flestu tilfellum í húsum þá erum við líka með hérna, lekastraumsrofa sem að skynja það. Ef straumurinn fer ekki allur fram og tilbaka í fösunum, þá ef það fer óvænta leið fram hjá lekastraumsrofanum, þá slæðir hann út. Þá komið bilun. Ok, þá höldum við áfram. Við stillum óskgildi hraða aflvélar ef við ætlum að jafna álagi, raunálagi, P, kílóvattum á milli véla. Ef það væri spurt launafli, ef við erum að jafna launafli á milli, þá þurfum við að stilla segulmagnastrauminn eða strauminn inn á pólhjólið til þess að jafna straumana. Þá erum við að jafna launálagið, jafna launálagið á milli rafalana. Og það er í rauninni sama svarið hérna að stilla spennurafla, en það er ekki verið að spyrja það hérna og þess vegna þetta er eiginlega sama svarið A og B hérna sem er náttúrulega bæði röng í þessari spurningu hér. Þannig að þið fáið ekki nema bara eitt svar hérna, eitt svar möguleika sem er réttur. Ok. Og
svo er hérna, kemur á eftir, þá förum við varðandi bakhafsvörnina. En það er frekar í samfærslunni. Og ef þriggja-fasa rafali er þríhyrningstengdur, næst, að þá erum við með skiptingu á straumunum. Það er ekki sami straumur sem heitarstraumur og fasastraumur. Og þá segjum við hérna að fasastraumurinn er þá sama sem aðalstraumurinn deilt með rótina þremur, já, alveg rétt. Flott er. Hitt er bara eitthvað rugl sem við ekkert vera að minnast á. Nema, ef þetta væri í stjörnutengingu, hvað væri það rétt svar? Er það ekki sama myndi? Er það sama einn? Jú, þá er fasastraumurinn sama og aðalstraumurinn ef þetta væri stjörnu. Já, akkurat. Gott mál, þetta er komið í gegn. Næst er smá dæmi og ég þarf að sýna ykkur útreikninga í því. Það er sýna ykkur smá útreikninga hérna, það er stækkað upp. Hér er hægt að reikna út það sem við byggjum hérna. Eru upplýsingar gefnar rafala, hann er 500 kW, launaflið er 400 kW, það er reaktív og spennan 400 volt. Við höfum að reikna straum rafalans. Sko, það vantar svona ýmsar upplýsingar í þetta dæmi, en með því að vera með formúlur og ýmislegt á takteinunum og ja, við getum líka fundið út til dæmis fyrst sýndarafl eða eitthvað slíkt og fundið út strauminn út frá því. Ef við notum Pythagoras af því að við erum með bæði raunafl og launafl, þá getum við fundið hérna sýndaraflið og reiknað út strauminn út frá því. En hérna getum við líka fundið fasvikið af því að við erum með raunaflið og launaflið, þá getum við fundið tangensinn. Tangens er hérna Q deilt með P. Það eru við með formúlublaði. Þannig að þið þurfum ekki að kunna það utan að. Þannig að við getum fundið út, ok, þetta er hérna, fasvikið er 38,66 gráður og þá getum við fundið út strauminn með þessari formúlu, P bara af formúlunni, þriggja-fasa, U sem er sem rótina 3 sem cos phi og þá tökum við bara kósinus af gráðum. Passið ykkur á því að ef við finnið raunaflsstöðu að ekki taka aftur kósinus af raunaflsstöðu sem er mjög lág tala. Gráðurnar eru alltaf einhver tugur af gráðum. Og það er alltaf lagi ef við erum með tölur sem er einhver tugur, einhverju tugir af gráðum, þá er alltaf lagi að taka sínus af því eða kósinus af því. En viðvörunarbjöllur ætti að fara í gang ef það er að taka kósinus af einhverju 0, einhverju. Það bara gengur ekki. Eða sínus af 0, einhverju. Passið ykkur á því. Þetta er mjög algeng villa svona í byrjun þegar við erum að reikna svona hluti út. En hérna erum við bara að einangra fyrir strauminn. Þá er það raunaflið, P, deilt með spennunni sem var gefin upp, 400 volt, deilt með rótina 3, deilt með síðan kósinusnum af gráðunum, 38,66. Þannig að við reiknum út strauminn hérna 924,2 ampere. Ok, þetta var þessi og þá er annað dæmi hérna, 1,8. Ef álaga í rafalaginn, síðasta dæmi, er minnkað niður í 400 kW og ef straumurinn er 850 ampere, þá er beðið að reikna fasvikið, nýtt fasvik og síðan að teikna straumvektormynd. Ok, þá er í rauninni hérna hægt að setja bara inn þessar upplýsingar í þessa formúlu, formúluna, P sinnum I sinnum rótina 3 sinnum kósinus phi. Og við vitum
nógu mikið af, það er búið að gefa nógu mikið af upplýsingum fyrir þetta. Við ætlum að finna fasvikið. Segjum þá einangra við kósfí. Og þá segjum við P-ið, það hefur minnkað niður í 400 kW. Deilt með spennu sem er áfram 400 volt. Það er ekki tekið sérstaklega fram, þetta er bara í dæmi 1.7, það er spennan. Og svo notum við deilum með rótana 3 og deilum við með strömmnum sem er gefinn, 850 ampere. Þá fáum við kósfí sem er 0,679 einingarlaust. Svo bara notum við aðgerðina kósí minus fyrsta, þetta er vitlausar gráður hérna. 0,679, ekki? Prófaðu að æfa ykkur á að setja inn í reiknivél. Hérna hef ég gleymt að breyta svarinu. Það er 69. Er 0,679, er það rétt? 47,23. Já. Ég ætla að prófa að gera það líka sjálfur. Svo er annað vandamál sem getur komið upp, þið eru kannski búin að læra á það, að það er stundum eins og að rótamerkið það heldur áfram að stækka alltaf til hægri. Ef þið fari ekki undan rótinni fyrst áður en margfaldið áfram. Þetta er eitt svar. Þetta er eitt svar, hvort, það er einhver villa í þessu hjá mér í, sjá. Það er 0,679, það er rétt. Ok, það er rétt hérna, en svo átti ég eftir að breyta þessu hérna í 0,679 og þá er spurning hvort að þetta hér er spurt ef að álag, raunálag á rafalag er 18 kW, hvað er þá álag eða afl á fasa? Og það er þá deilt bara með 3. 18 kW og þá eru við með 6. Ok. Og næst er atriði varðandi samfössunina. Hvaða 3 skilyrði þarf að uppfylla fyrir samfössun? Það er sama spenna, sama tíðni og rétt augnablik. Það er þessi 3 atriði. Síðan er nokkuð spurt hérna strax með 4. atriðið. Nei, þannig að ég geti farið yfir það núna. Það er stundum eitt atriði sem þarf að hafa í huga ef að þarf að setja nýjan rafalag inn á net eða rafalið er að koma úr viðgerð. Hvað þurfum við þá að kanna fyrst áður við förum að fasa saman? Það var segulmagnströmmurinn í. Nei. Það er að fasaröðin sé rétt. Þá getum við notað dimmutengingu samfössunarljósanna þannig að ljósin blikki í takt, eða við getum notað lítinn mótor og tengt sitt hvorum megin við rofan frá rafalagnum. Og aðtúa fer hann í sömu snúningsátt fyrir ofan við samtengina og fyrir neðan við frá rafalagnum. Ef að mótorinn síst í sömu átt, þá er rétt fasaröð. Ok. Næsta spurning, útskýrðu hvað gerist og hvaða vörn verður virk ef snúningshraði rafalans sem á að tengja inn á net er örlítið minni en samsvarar tíðnin á netinu þegar fasað er saman við netið. Sko, ég hef farið örlítið og talað í verklega tímanum
bakaflsvörnina. Það þýðir það að rafalinn, ef hann kemur inn bara sem mótor og tekur til sín afl, þá á bakaflsvörnin að henda rafalann bara út af netinu aftur. Því að það er ekki tilgangurinn með rafalann með á neti að hann sé taka til sín afl, alls ekki. Hann á að framleiða inn á netinu. Þannig að þá virkar bakaflsvörnin og á aflrofan og leysir aflrofan út. Hann bara slekkur á, tekur bara rofan út. Rafalarofinn leysir út, sem sagt, vegna þess að bakaflsvörnin, hún verður virk, hún mælir, það er orðið ómikið bakafl og það er líka tímaþáttur í þessu. Þannig að ef þetta er yfir tímaþáttinn, þá slær hún rofan út. Það þarf að vera nægilega mikið bakafl og tímamörkin komin. Hafið ekki lent í þessu þegar, hafið ekki farið þetta í hermenn? Hafið ekki farið saman í hermenn? Það kemur að því. Næsti áfangi sem er herma. Já, en það er oft verið einhverju vélstjórnaráfanga að þið hefði jafnvel farið saman í vélasamning. Þið er ekki búin að því? Bílaðir vélinn þegar það verið þessu verkefni. Já, það er það, ok. Ja, áfram. Lýstu hvaða ljóstímtenging hefur fram yfir dimmatengingu við samfössun. Ég fór aðeins í þetta í verklega að við sjáum betur svona hringhreyfingu, við fáum betur á tilfinninguna hvenar að þeirra nálgast rétta augnablikið ef við erum með ljósdimmatengingu þegar við erum að fasa saman. Þess vegna er ljósdimmtenging betri í samfössun. En hins vegar ef við erum með dimmatengingu þá eru ljósin að feita út og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvenær það er slökkt. Kannski erum við ekki alveg okkur grein fyrir því. Þannig. Þess vegna er alltaf ljósdimmatengingin notuð í samfössunartöflunum. Það segir hérna í dimmri tengingu öll 3 ljósin slökkt þegar rafallinn er í fasa en erfitt er að sjá nákvæmlega hvenær það gerist. Í ljósdimmatengingu þá lýsa 2 ljós jafn skært og 3. er slökkt þegar rafallinn er í fasa og það er mun auðveldara að sjá það. Það er bara svona reynslan sem að sýnir okkur þetta. Og síðan í 4. Hvers vegna þarf meiri segulmagnastraum við spanálag heldur en raunálag? Og ástæðan er þessi hérna sem við fórum aðeins í varðandi sátursbylgjuna. Það er hérna í þessum kafla sátursbylgjuna hérna sem ég fór í gegnum með ykkur. Þessi hérna, sátursbylgna í reiðstjórsrafala. Það er muniði vegna þess að segulsviðið frá sátrinu sem við köllum sátursbylgna þegar við erum með spanálag, það vinnur hérna á móti. Segulsviðskraftina að keyra í það að bara árekstur við segulkraftina frá pólhjólinu. Það er veikja segulsvið pólhjólsins. Þess vegna þurfum við að dæla ennþá meiri segulmögnunarstraum inn á pólhjóli til þess að ná spennunni aftur upp, halda spennunni í réttri. Hver vinnur móti sér? Segulsvið býr til, vinnur móti hverju? Segulsviðs kraftlínunar í sátrinu vinna á móti kraftlínum pólhjólsins. Þess vegna þurfum við að þessi launstraumur í spanálaginu vinnur þess vegna á móti seglum pólhjólsins. Það er það sem að gerist. Það er ekkert spurning raunstraum og blandað álag, þá er náttúrulega bæði og ef þetta væri hérna í blönduðu álagi þá getur við líka verið með rýmdarstraum, þannig að það á alls ekki við síðasta svari. Ok? Þetta er aðal vandamálið þegar við erum með marga mótora í gangi sem eru álagslitlir, þá valda þær miklu fasviki á netinu því að þeir þurfa alltaf að taka sinn straum til þess að mynda sitt segulsvið og það er launstraumur. Það eru spólurnar sem að valda þessu fasviki.
Ok, hvað er mikið eftir? Það er tíma til að klára þetta allt saman. Þetta er þá bara búið. Ég er búinn að fara yfir þetta efni, samfessunina og það allt saman. Og hérna var þetta sátuspyrnuna. Þannig að þetta eru þessi tvær skýrslur, 1A og 1B og samfessunin sem sagt, atriðið var þetta samfessunina og já, sátuspyrnuna. En í blönduð álagi, það ekki myndast spánalag? Jú, það er spánalag líka í blönduð álagi. Okay. En hitt er réttara því að sko, í blandað álag gæti verið raunálag og rýmdarálag. Já, ekki raunálag. Ekki spánalag. Þess vegna er síðasta svarið ekki rétt. En annars ætlaði ég bara að reyna að hafa restina af tímanum eitthvað aðeins útreikninga og að þið fáið sjálf aðeins æfingu í að reikna út svona eins og dæmatíma eða eitthvað slíkt.